Genís fyrirtækið sem framleiðir Benekta vöruna, sem fæðubótaefni unnið úr kítíni, byggir á áratuga starfsemi og reynslu af þróun og einangrun á kítínmólekúlum úr rækjuskel. Genís lagði mesta áherslu á rannsóknir. Í áratug voru stundaðar bara í raun og veru grunnrannsóknir, fjármagnaðar af einkafé meira eða minna, og síðan kemur annar fasi þar sem fjárfestir í framleiðslu og uppbyggingu á framleiðslubúnaði til þess að gera fyrirtækið klárt fyrir það að setja vörur á markaði. Og núna í þriðja fasanum erum við með tvöfalda strategíu. Það fyrst og fremst að markaðssetja og selja vörur beint, Benekta vöruna okkar, inn á markaði í Evrópu og Íslandi, sem gengur alveg mjög vel, og síðan að hámarka verðmæti annarra verðmætastrauma í beinaeigræði og í lyfvirkum efnum unnum úr kítíni. Ef að fyrirtæki, og ég vann við vörustjórnun í 20 ár, og það sem ég veit, að ef þú ætlar að ná árangri í vörustaðsetningu og vöruþróun, að þá verður að vera í beinu sambandi við viðskiptavinin. Þú getur ekki verið einhvers staðar út í horni að giska á hvað viðskiptavinum finnst. Hvað þá að láta umboðsmenn sem hafa kannski aðra hagsmuni, fara ekki saman með þér og viðskiptavinum, að láta þá að segja hvernig varan eigi að vera. Þetta höfum við búið við á Íslandi í mörg ár og það eru örfá fyrirtæki sem hafa brotist út úr þessum viðjum. Við erum á því stigi núna að safna fjármagni inn í næsta skref fyrirtækisins. Hefðbundið að fjármagna þann hluta í íslenskum fyrirtækjum afskaplega erfitt. Það með ólíkindum hvað hægt að safna til í framleiðslu, eins og við höfum nokkur þekkt dæmi og virðist ekki vefjast fyrir fjármögnunaraðilum á Íslandi að taka þátt í. En það sem vefst fyrir Íslendingum að fjárfesta af alvöru í framtæki þar sem markaðssetning og sala skiptir mestu máli. Okkur finnst þetta of áþreifanlegt og ekki skila sér jafn hratt og ekki jafn öruggt í okkar höndum eins og steinsteypa. Það hefur verið gríðarlega mikilvægt fyrir Genís að fá að fóstra rannsóknarstarfsemina og vísindastarfsemina upp á Keldnaholti meðan að byggð hefur verið upp aðstæði hér á Siglufirði. En nú komið að því að þessi starfsemi fari og sameinist annarri starfsemi fyrirtækisins. Og það verður tilhlökkunarefni, en það eru fullt af öðrum tækifærum sem við og Nýsköpunarmiðstöð og vísindasamfélagið þurfum að vinna okkur saman að.